hvað eiginlega að gerast með veðrið? Það 7 stiga hiti úti. Það 13. desember, 3. sunnudagur í aðventu og úti bara vorveður. Þannig að við erum bara í Hawaii-stemningu hérna. En 13. des sem þýðir að fyrri helmingur dagatalsins búinn, þannig við erum komin í hálfleik og við ætlum að kíkja á smá statistík. Rennum aðeins yfir þetta. Við erum búin að fá 12 glugga, nokkur 12 glugga. Og við sjáum að meðaltali hefur við verið með 7,8 í Windforce styrka þessu. Þannig að við erum að keyra þetta bara alveg í. Meðaltalið alveg miðgildið af skalanum sem upp í 15. 6 sinnum höfum við farið yfir miðju, það þetta 6 sinnum undir, þetta stemmir allt saman. Þetta búið að vera mjög jafnt dreift og ef við horfum á ritið þá sjáum við að þetta gengur mjög svona óreglulega upp og niður. Það mjög erfitt að lesa einhver svona reglu út úr þessu og sjá að þarna sé í gangi eða sé einhver svona klárt merki hvað muni eða hvað muni koma næst. Þannig að við sjáum við förum svona upprísum, meira hrynjum, upprísum, höldum kannski að það sé trend þarna í byrjun en svo fer þetta bara stað út allt. Þannig að jafnvel sú kenninga hún er brotin niður. Í gær vorum við að keyra í 12. Hvað ætli gerist í dag? Ég ætla að giska á eins og horfum á þetta í ritinu að þetta fjall þarna að það myndist þannig að við rjúkum niður í eitthvað mjög lágt í dag. Það þó aldrei að vita. Skulum hérna rúlla introinu og skella ykkur í þetta. Já, við glemdum að minnast á það að þessi frábæra statistík í boði Kristjáns sem við hittum þetta síðustu helgi og vonandi kannski náum að hitta það aftur næstu helgi og rennum við þetta saman. En 13. Það komið að tríti dagsins. Látum okkur sjá. Við veitum að 13 er óhappatala. Trúum við á eitthvað svoleiðis? Ekki ég ætla að vera. Hvað að gerast? Það eru kúlur, 2 kúlur. Í gær voru það 2 kúlur á styrkleika 12. Í dag það 2 kúlur sem svona við fyrstu sín virka nokkuð sléttar, einfaldar. Sléttar og feldar. En við höfum nú látið glepjast að svoleiðis vitleysu áður. Ég ætla að giska á, bara núna, hér og nú, að þetta séu 9. Ég giska á það. Svona þegar ég horfa á þær og lykta á þeim, finnst mér vera vottur að lykt en þó ekki mikil. Moment of truth. Og sjáum sömulegir á ekki okkur að reyna þetta. Þetta milt og gott. Ég veist þetta séu kúlur á styrkleika 6. Eins og fengum daginn. Mjög bragðar. Og sjáum sömulegir á tölfræðina Kristjáns að kúlur eru miklu meiri hluta. Þetta að megna til kúlur í þessu dagatali. Einn og einn gluggi sem hefur að geyma eitthvað annað og hingað til hefur eitthvað annað þýtt eitthvað svakalega milt. Það verður gaman að sjá hvort að það verður eitthvað sem kemur inn í þetta þegar það nær til á jólum, hvort að fáum eitthvað annað sem verður sem eitthvað svona leynibomba. En þetta var gott. Það áfram og samt eitthvað smátt í. Held að það sé allt og sumt. Fáum okkur malt og appelsín. Malt og appelsín. Einu sanni íslenski jóladrykkur. Áfram hiti í kortunum. Vonum að það verði hiti í kortunum þegar það kemur að jóladagatalinu. Sjáumst á morgun. Heyrði, shit, ég glemdi að athuga. Það hættur að taka upp og allt saman og fatta að ég hafði ekki eins og kíkt í gluggann. 13. Það var rétt í honum, Windforce 6. Glæsilegt, sjáumst.